tölum aðeins viðbrögð íslenskra ráðamanna. Meina, ertu ekki gríðarlega, já svona, finnst þér ekki vera mjög svona sannfærandi og traustvekjandi að sjá til dæmis Þorgerði Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur ræða þessi mál í kvöldfréttatímum íslenskra fjölmiðla? Jú, einmitt, sko, mjög traustvekjandi og svo líka svo fyndið að Þorgerður sem var áður að fordæma Trump og eitthvað og núna hittur hann á NATO-fundunum og segir hann sé heillandi og eitthvað. Þetta er svo furðulegt, sko. Finnst alveg magna, ég var að hugsa mitt, sko, það er einhver mynd af Kristrúnu Frosta núna í blöðunum í gær með Donald Trump og hún segir eitthvað, já, ég hitt hann aðeins kallinn og eitthvað svona, þú veist, og þetta er svo, rosalega yfirborðskennt og, ég er raun og veru að hugsa, sko, ef ég væri í þessari stöðu sem Kristrún Frostadóttir er og, og ég þyrfti sem forsætisráðherra að fara á þessi NATO-þing og ráðstefnur og svona, þá myndi ég fyrsta lagi ekki vera að setja mikið að því á samfélagsmiðla. Allt í lagi að eru teknar einhverja myndir og getur sýnt þar einhvern mann þegar þú ert ekki lengur forsætisráðherra. Jó, ég hitti Donald Trump en ég myndi gera sem allra minnst úr þessu. En þetta er einhvern veginn að vera að blása sig út einhvern veginn eins og það sé svo skelfilegir atburðir í heiminum að ég sé komin til þess að taka þátt í að brjóta þetta á bak aftur, þessi illvirki sem að eiga sér stað í Íran og Rússlandi og svo framvegis. Það er eitthvað svo rosalega skakt þegar maður er að fylgjast með þessu. Þetta er einhvern veginn matið, sko, sjálfsmatið á hvað Ísland hefur að segja og getur gert í þessu og gera sér stóran einhvern veginn í þessum félagsskap í Brussel og Haag og þessum NATO-ráðstefnum. Minnst þetta er sérstakt. Hvernig horfir þetta við þér? Já, við sáum þetta aldrei hjá Þórdísi Kolbrúnu, sko, þegar hún var utanríkisráðherra. Þetta var svo mikið, hún kom með þetta, við þurfum að vera verðugur bandamaður. Náttúrulega hlægilegt, sko, hvað á Ísland 300.000 manna örþjóð sem hefur engan her, hvað eigum við að leggja til stríðsins í Úkraínu? Þetta er bara hlægilegt, sko. Og þetta er eitthvað svo mikið minniháttakend að við þurfum þá að gera eitthvað, þú veist. Og hvað eigum við að fara þú veist, við getum ekki framleitt vopn, að bara fara að láta okkar peninga í að kaupa vopn, skilurðu. Ef við myndum sjá, sko, ráðamenn frá Færeyjum koma og segja, já, við erum verðugur bandamaður, við myndum bara að segja, hvað er þú að, þú veist? Já, þetta er bara hlægilegt. Fatt ekki, sko, að lít út verið hlægilegt. Þau greinilega, sko, fara á svo fundi og sitja við borðið hjá öllum hinum leiðtogum NATO-ríkjana og þá fá þau svo mikla minnimáttakenda. Við þurfum að vera skurungur eins og þeir sem eru að berja sér að brjóst og segja við ætlum að sigra Pútín á vígvöllunum og senda Úkraínu öll vopnin, skilur það var svo mikla minnimáttakend. En þú veist, fatt ekki, sko, ef þú værir ekki svokallaður globalisti, eins og núna virðist að kalla þetta, ef þú væri bara að hugsa sko, hagsmuni Íslands, þá myndur þú segja, heyrðu, við erum í þessu NATO-bandalagi, við viljum bara fá eins mikið úr því og hægt er. Þannig að við borgum bara eins lítið og við komumst upp með og við viljum bara fá eins mikið úr því og við getum. Þannig að ef þið Bandaríkin, ef þið getið komið og já, þið megið verið með herflugvélar en þá megið þið endilega byggja upp vegi og byggja upp fleiri flugvelli og innverki fá bara úr þessu eitthvað, sko. Þannig var upprunalega hugsunin, held ég. Já, þannig var upprunalega hugsunin hjá stjórnmálamönnum sem bara hugsa hagsmuni þjóðarinnar. En þeir ekki bara að taka þátt í þessum skrípaleik, skilur. En það er einmitt málið. Það orðnir að einhverju, sko, komnir einhver svona elituklúbb og þá eru þeirra, sko, þeir eru hliðhollir elituklúbbnum sem þeir eru hluta af, frekar heldur en landinni sem þeir eiga að vera að þjóna, skilur. Þetta er orðið þannig, skilur. Þetta er bara svona einhver svona stéttskipting bara þessi mikla gljúfur á milli þings og þjóðar eins og það kalla, milli stjórnmálamannanna og bara venlegs fólks og bara almennings. Já, manni finnst eins og þessi tilteknu ráðamenn, þeir finni hjá sér, sko, miklu meiri ábyrgð gagnvart þessum ríkjum, þessum bandalagsríkjum heldur en kjósendana sinna heima í sveitinni, sko, á Íslandi. Já. Það er þetta alveg rétt, sko, og maður sér ekki mikið frá þeim sem gefur til kynna að þessu eitthvað að hugsa bara fólk hér heima út á landi eða þú veist, hagsmuni bænda eða sjómanna eða eitthvað. Þetta er bara hlægilegt að segja þetta. Þetta er svo fjarstæðukennt, sko. Og þeir gera ekkert annað heldur en að tala um Úkraínu, sko. Og þetta er ástæðan fyrir því, sko, að það er svona mikil undiralda hjá fólki sem er, sko, óánægt með, sko, þennan mikla stuðning til Úkraínu. Það er ekki að því fólkið eru pútinistar og elska Pútín og Rússland og styðja Rússland og eru mót Úkraínu. Það er að því að fólk sér að það er eins og stjórnmálamennirnir þeim er meira ant Úkraínu sem er land langt í burtu heldur en fólki hér heima. Það er ástæðan fyrir því að fólkið, sko, er óánægt með þetta. Og það er fyrsta forgangsatriðið. Og það er engin forgangur í að bæta lífskjör fólks heima fyrir, gera neitt fyrir fólk heima, það er
fólk sem er eftirlaunum og á það mjög skýtt og húsnæðiskreppa og húsnæðiskostnaður og allt þetta, það er ekkert hugsað þessi mál, það er bara hugsað eitthvað að við ætlum að vera einhverju skörungar á NATO-fundi og sína hvað við ætlum að sína Pútín byrginn og Íran er svo hættulegt að eyðileggja þeirra kjarna orku áætlun og eitthvað svona, skilur